Kona sem hefur beðið í mánuð eftir niðurstöðum úr skimun á brjóstakrabbameini segir slæmt að bíða í óvissu. Kerfið hafi brugðist þegar kemur að heilsueftirliti kvenna. Íslenska karlalandsliðið í fótbolta spila við Rúmeníu á Laugardalsvelli í kvöld í skugga hneykslismála sem hafa skekið knattspyrnuforystuna. Von er á nýrri plötu frá hljómsveitinni ABBA í fyrsta sinn í 40 ár. 2 glæný lög voru frumflutt í dag. Komið þið sæl, við erum aðeins fyrr á ferðinni en venjulega vegna landsleik Íslands og Rúmeníu sem hefst klukkan 18:45 en við verðum með lengri fréttatíma klukkan 22. En við byrjum á þessu. Kona sem bíður niðurstaðna úr skimun fyrir brjóstakrabbameini segir slæmt að bíða í óvissu. Hún er ein af 1200 konum sem nú bíða niðurstaðna sinna. Ekki hefur verið lesið úr brjóstamyndum á Landspítala síðan í júlí vegna læknaskorts. Gígja Þórðardóttir fór í skimun fyrir brjóstakrabbamein á Landspítala í byrjun ágúst. Samkvæmt gæðaviðmiðum á að lesa úr myndum úr skimuninni innan 10 daga en það hefur ekki verið gert í rúman mánuð vegna skorts á röntgenlæknum og nú bíða 1200 konur eftir niðurstöðum. Landspítalan hefur nú samið við danskt fyrirtækjum að lesa úr myndunum og Maríanna Garðarsdóttir, sviðsstjóri á rannsóknarsviði spítalans, sagði í hádegisfréttum Útvarps að vonast væri til að hægt yrði að svara öllum konunum á næstu vikum. Hún sagði að þessi töf væri ekki gott innlegg í þá umræðu sem hefur verið krabbameinsskimanir undanfarna mánuði og Gígja tekur undir það. Og við höfum stætt okkur á því hérna heima að vera svolítið framalega í þessum málum sem betur fer. En svo náttúrulega eftir frétti gærdagsins þá settum maður svolítið spurningamarki við býtu hvert eru við eiginlega komin. Nú er búið að vera síðasta ár gríðarleg umfjöllun í raun og veru vanrækslu í heilsueftirliti kvenna. Og þetta var enn einn naglinn í líkkistuna ef svo má orðið komast. Og mér finnst þetta bara rosalega slæmt að heyra af þessum í raun og veru mistöku sem innan kerfisins og maður setur býtu hvar er ég stödd, hvenær fæ ég niðurstöður og fleira Gígja segist ekki að fengi neinar skýringar á töfunum aðrar en komið hafa fram í fjölmiðlum. Þetta bara kemur í fréttum hann í gær og ég fer í skimun hann í byrjun ágúst. Það er saga krabbamein bæði í fjölskyldunni hjá mér og hef sjálf fengið góðkynjaæxli raun og veru víða líkamann. Þannig að maður er ekkert settur í sérstaklega góða stöðu að þurfa að bíða eftir í óvissu. Landsleikur Íslands og Rúmeníu hefst klukkan korter í 7. Leikurinn fer fram í skugga hneykslismála sem beinst hafa að knattspyrnusambandinu og leiddi til þess að öll stjórn sambandsins sagði af sér og framkvæmdastjórinn farin í leyfi. Magnús Geir Eyjólfsson, fréttamaður, er fyrir utan Laugardalsvöll og maður spyr sig, Magnús Geir, er spenna í loftinu? Það er alltaf eftirvænting hver landsleiki en það er óhætt að segja að í þetta skipti er stemningin aðeins öðruvísi en venjulega. Landslið og knattspyrnusambandið hafa verið í eldlínunni alla vikuna og umræðan hefur fyrst og fremst snúist það sem hefur gerst utan vallar en síður það sem framfer hér inn á vellinum eftir. Og það verður mjög áhugavert að sjá hvaða áhrif öll þessi umræða hefur á leikmenn liðsins í kvöld. En klukkan 5 hófst hér samstöðufundur með þolendum ofbeldis. Upphaflega voru þetta mótmæli í garð stjórnar og framkvæmdastjóra en eftir að stjórnin sagði af sér og framkvæmdastjórinn fór í leyfi þá breyttist yfirskrift fundarins. Við ræddum við eina þeirra sem skipulagði fundinn og Þórhildi Gyðu Arnarsdóttur sem segja má að hafi komið þessum bolta af stað. Ég er hér til að sýna stuðning og samstöðu við aðra þolendur fyrrum eða núverandi landsliðsmanna og því að samstæðan er gífurlega mikilvæg að maður finni fyrir því að þú sért ekki einn í heiminum og það sé fólk sem standi við baki að þér. Við viljum bara ítreka samstöðu með þolendum og minna á að við ætlum að passa upp á að þetta falli ekki saman farið. Sástu fyrir að þetta viðtal sem þú fórst í hefðu þær afleiðingar sem það hafði? Alls ekki. Eru þið bjartsýn á að KSÍ stefni nú í rétta átt? Já, auðvitað og þetta er náttúrulega klárlega fyrsta skrefið og skrefið rétta átt. Það hefur áhrif á alla fótboltamenninguna í landinu okkar og auðvitað viljum við að hún sé góð og hún sé ekki uppfull af einhverju nauðgunarmenningu eða gerandamæðurkni. Það gjörsamlega þarf að fara í róttækar breytingar til þess að uppræta það. Bara yfirlýsingin sem 12 sendi frá sér, það bara
kaflaskil í þessari sögu. Þannig að já, við erum alveg bjartsýn. Já, það er það bil 40 mínútur í leik og það er ekki beint hægt að segja að áhorfendur séu farnir að streyma inn á völlinn. Það eru jú sóttvarnatakmarkanir og já, það er ekki sama pressa óvenjulega að mæta snemma til leiks en leikurinn er í beinni útsendingu á RÚV og umfjöllun hann hefst með Háumstofunni. Hér er beint eftir fréttir og veður. Takk fyrir það Magnús Geir Eyjólfsson og við segjum að sjálfsögðu frá leiknum í fréttum okkar síðan klukkan 10. En við förum til útlanda því hið minnsta 15 eru látin eftir óveður og flóð í New York ríki og víðar á norðausturströnd Bandaríkjanna. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir vegna flóða á svæðinu en hamfarirnar eru eftirköst fellibylsins Ídu. Þetta er í fyrsta sinn sem Veðurstofa Bandaríkjanna gefur út viðvörun vegna skyndiflóða í New York. Nær allan neðanjarðarlestir í New York eru lokaðar og fleiri en 100.000 heimili eru án rafmagns. Málflutningur hófst í morgun fyrir landsdómi í Kaupmannahöfn í máli gegn Inger Støjberg, fyrrverandi ráðherra útlendingamála. Danska þingið ákvað í febrúar að Inger Støjberg skyldi ákærð fyrir að hafa gefið út ólögleg fyrirmæli árið 2016 með því að fyrirskipa að giftir hælisleitendur yngri en 18 ára skyldu aðskildir. Þetta er í 7. sinn í sögunni sem landsdómur Danmerkur kemur saman. Búist er við niðurstöðu fyrir jól. Støjberg hefur ávallt þvertekið fyrir að hafa brotið lög og að tilgangur hennar hafi verið að vernda stúlkur undan þvinguðu hjónabandi. Jamen, jeg ved, hvad jeg har sagt, jeg ved, hvad jeg har gjort, og derfor så er det jo klart, at jeg forventer klart at blive frifundet. Jæja, í fyrsta sinn í 40 ár fá aðdáendur hljómsveitarinnar ABBA að heyra nýja tónlist úr smiðjum kvartettsins vinsæla. 2 lög voru frumflutt í dag og í nóvember kemur út spáný ABBA-plata. Hljómsveitina ABBA þarf vart að kynna. Þau Benni, Björn, Agneta og Anni Fríð báðu sigur úr bítum í Eurovision 1974 með stórsmellin Waterloo og síðan þá hefur ABBA selt meira en 400 milljón eintök af plötum sínum. Hljómsveitin hætti störfum árið 1982 og hefur síðan þá ítrekað hafnað boðum að koma fram á ný. 2018 kom ABBA hins vegar saman í hljóðveri og tók upp nýja tónlist sem hefur enn ekki verið gefin út. Í síðustu viku dró svo til tíðinda þegar fjórmenningarnir sendu frá sér tilkynningu á samfélagsmiðlum. Takk fyrir að bíða, ferðalagið er við það að hefjast. Og nú er komið að stóru stundinni. ABBA hefur boðað sögulega tilkynningu eftir aðeins hálftíma og boðið fólki í partí víðsvegar um heim, meðal annars hér í Sky Lagoon í Kópavogi. Og hér bíður fólk spennt og ætlar að fylgjast með í beinu streymi. Já, ég er mjög spenntur og það verður gaman því þetta er stór séns sem þau eru að taka. Þau eru ákveðna góðsagnir í popheiminum og það vita allir hversu góð þau eru og hvað þessi músík er vel samin. Þannig að það er mikill séns sem þau eru að taka, koma með nýja músík og kannski klikka. En við sjáum hvað gerist. Hi, I'm Björn. And I'm Benny. And we're here back in London to announce that we have made a new album with ABBA. We have also made a concert. We're working on it. And that will take place just behind us here in a newly built arena for that purpose. Já, og nú segir Hrafn Guðmundsson okkur hvernig veðrið verður næstu daga. Komið sæl, sjáum hér stöðunni hjá okkur, það er þessi víðáttu mikla hæð hér sem er hér yfir Skotlandi sem að beinir hér til okkar hér suðlægum áttum og frekar mildum og við sjáum hér skil sem að svona koma nær landi núna næsta sólarhringinn og verða viðlóðandi við Vesturlandið með meiri úrkomu og vind. Og svona í fyrramáli þá verður komið víða strekkingur vestan til á landinu og svona eykst úrkoman sérstaklega þá hérna við Breiðafjörð og Vestfirði. Annars verður nú svona úrkomu minna hér en þungbúið hérna sunnan til á landinu og svona þokuloft við ströndina en síðan er svona nokkuð bjart hér á norður og norðausturlandi og síðan það líður á daginn að þá svona þyknar aðeins upp en það verður nú líklegast lengst af bjart hér á norðausturhorninu á morgun og hiti verður svona svipaður 18-19 gráður sem best lætur á norðausturlandi. Látum þetta gott hitta. Verið sæl. Og Hrafn verður með lengri útgáfu veðurfréttum eftir fréttir klukkan 10 í kvöld og það er næsti fréttatíminn hjá okkur líka í útvarpi. Við sjáumst klukkan 10. Verið sæl.